Já, hvernig eru að mætt út hérna að styðja stelpurnar í Sviss? Það ótrúlega skemmtilegt. Ég hef óbilandi trú á liðinu og hér stemmingin þannig og veðrið og alltaf hér mun bara allt leikilindi í kvöld. Ég hef trú á því. Það ekki frábært að vera mættur hérna út? Það bara ótrúlegt. Eins og Hatta sagði, bara gæsahúð og minnum að svolítið á 2016 þegar strákarnir fóru í úrslitakeppnina í Frakklandi. Það ekki minni stemning núna og bara frábært að sjá hvað mikið af fólki sem að styðja stelpurnar okkar. Það hefur bullandi trú á stelpum á þessu móti? Já, þetta ekki bara brjálæðislega hæfileikaríkt lið, heldur stemmingin og andinn og liðsheildin eitthvað alveg einstök. Þannig að já, ég sé ekkert nema bjart framundan fyrir liðið. Björn, sem svona fótboltaheilin í þessu sambandi, hefur þú ekki trú á þessu liði? Bara óbilandi trú. Mér finnst að vera undir stein að vera ótrúlega agaðar og flottar. Þær þekkja sitt hlutverk og svo það með alveg frábærlega kröftugar og hraðar stelpur frammi sem geta klárað og það verður gaman að sjá hvernig Sveindís kemur út en þetta bara æðislega vel samsett lið. Og bestu stuðningsmennina. Þetta ekki eitt að skemmtilegast að við þetta starfa fá að fara út á svona viðburði? Það allt skemmtilegt við að styðja Íslandi góðra verka og fá að vera á hliðarlínunum og segja áfram Ísland fyrir dætur landsins er náttúrulega bara mesti heiður sem að hvern forseti getur fengið. Hvernig fer þessi leikur í kvöld og förum við upp úr riðlinum? Já, við förum upp úr riðlinum, ég alveg með það á hreinu, ég held að í kvöld fara hann 3-2 fyrir Ísland. Já, 3-1 Ísland. Eitt í lokin, hversu mikla fyrirmyndir eru svo stelpur bara fyrir þjóðina? Það skipta öllu máli. Ég held nefnilega sigur hérna í kvöld sé bara sigur fyrir þjóðina. Við þurfum aðeins að minna okkur á hvað við eigum stórkostlega einstaklingar sem að vinna sigur á öllum sviðum. Ekki síst stelpurnar okkar. Bara geggjur stemning. Mjög mikil og heyrum það. Áfram Ísland! Áfram Ísland!